Ja, Sölvi, jafntefli niðurstaðan í Garðabænum. Svona, hvernig horfir framistæðan við þér? Dálítið svona kaflaskipt. Fyrri hálfleikurinn var frábær af okkar hálfu. Myndi ég flokkan sem okkar besta fyrri hálfleiki í sumar. Við vorum algjörlega með yfirhöndina og kontról á leiknum og hefðum átt að vera komin í betri stöðu þegar við göngum inn í hálfleik. Fáum fullt af flottum færum og stöðum og vorum svona að kaffara þá hérna bara í fyrri hálfleik. Það átti engin svör við okkur. Seinni hálfleikurinn byrjar ágætlega en fljótlega missum við dálítið svona kontrólið á leiknum og hann fer meira í svona opinn leik og Stjarnan nær að leysa betur úr pressunni okkar sem var góð í fyrri hálfleik. Hvort að það, þú veist, sólinn, hitinn og orkan sem við lögðum í fyrri hálfleikinn hafi spilað eitthvað þar inn í, það er rétt að segja. En já, smá svekkjandi að hafa mistað þetta aldrei frá okkur eftir fyrri hálfleikinn. En engu síður flottir strákunum að koma tilbaka, þeir höfðu trú á þessu allan tíman og það er einkennilegt okkar, við gefumst aldrei upp saman hvernig staðan er og við náum að koma tilbaka og undir lokin og fáum tækifæri síðan til að stela sériunum. Þannig að alltaf svekktur að vinna ekki leiki en svona úr því sem komið var undir lokin að gott að ná að jafna leikinn. Myndirðu segja að þegar liðin gengur til búningsherbergi í hálfleik að þú hafi verið í fyrri hálfleik að þú hafi verið mjög svekktur og hafi ekki náð að pota í marki, stígu til í hann færi til dæmis dauðafæri og annað? Nei, ég var ekkert að spá í því þegar ég gekk inn í hálfleik, það er bara svona gerist, maður er bara að fókusera á næsta móment og þetta gekk ekki, þannig að okkar fókus var bara að halda áfram góðri frammistöðu í seinni hálfleik, að bara halda áfram og við vissum að núna er bara nýtt líf, nýr hálfleikur og við græðum ekkert á frammistöðunni í fyrri hálfleik, þannig að við ætlum bara að gera það sama og halda áfram að sama krafti í seinni hálfleik en vorum bara ekki alveg nógu mikið á tánum og Stjörnumenn gerðu bara vel að leysa betur úr pressunni og voru að vinna þessa seinnibolta. Þeir voru mikið að reyna að senda langan og vinna í kringum Emil og það heppnaðist nokkrum sinnum hjá þeim. Já, myndirðu segja að þú værir með doktorspróf í hornspyrnum af því að þið skorið 2 mörk úr hornspyrnu. Þeir eru í bölvuðu brasi allan tíman með först leikadrei og sérstaklega hornspyrnu frá ykkur, Helgi Guðjóns og Gylfi Sig, alveg spyrnumenn. Er þetta eitthvað sem þið æfið sérstaklega mikið á æfingasvæðinu? Nei, í raun og veru erum við byrjað að æfa þetta miklu minna en við gerðum í fyrra. Nú hef ég bara ekki tíma að grúska svona mikið í þessu en ég er búinn að láta þetta alveg í hendur á Grím í teiminu okkar. Þannig að sem betur fer, hann er að standa sig frábærlega í því hlutverki og við erum búin að vera mjög sterkir í föstu leikadrunum. Við erum með góða spyrnumenn, við erum með sterka skallamenn og það er bara enn eitt vopn sem við erum með í liðinu okkar. Tímabili hingað til, þið eru í topparáttinni, myndirðu segja að þú væri sáttur? Já, að vissu leyti. Við erum búin að ganga mikið á tímabilinu, mikið meiðsli og svona skrítið undirbúningstímabili og menn að koma tilbaka úr meiðslum og svoleiðis, þannig að svona já, þokkalega sáttur en vissulega er maður aldrei fullkomlega sáttur nema maður sé á toppnum og við erum búin að vera það í byrjun móts og svekkjandi að vera búin að missa því en það er hellingur eftir á mótinu og við höldum bara áfram að þjöflast og stefna markmiðunum okkar. Takk.